Sælir krakkar, í gær þurfti ég að bera Gunna langt út í vatn til að sækja gleraugun hans Völundar. Og svo ætlaði herra Tívolí að eyðileggja allt með því að fá okkur til að skipta á þeim og einhverjum skemmtiglerugum. En við völdum rétt og herra Tívolí var svo mikið að hann hljóp í gegnum vegginn og hvarf. En skildi eftir þessi undarlegt gat sem við ákváðum að fara í gegnum og þar beið okkar ákaflega skrítið. Safn, já Felix. Þetta eins konar minjasafn. Eða listasafn. Völundur, hérna. Völundur! Nei, hann ekki hérna. Það enginn hérna. Ekki einu sinni herra Tívolí. Já, ég saknaði hans nú ekki, sko. Ekki ég heldur. Held ég. Hvað er þetta? Sér það ekki? Nei. Ekki heldur. Það er ekkert nema listaverk hérna. Þetta ekki örugglega listaverk. Jú, ég held það. En það hljóta að vera raunveruleg verðmæti hérna líka. Já. Annars komst ekki áfram, manstu? Ég man. Já. Minnist ekki á þetta snúa við. Já. Gunni, snúa við hvert. Nú sömulega og komum, komdu. Það er horfið, gatið. Já, ég veit. Það er eins og það hefur aldrei verið gatan í vegginu. Þarna er það! Gatið! Eða, ég meina, það sem var innan í gatinu. Áður en gatið myndaðist. Já, það sem var þarna, í rauninni ekki þarna, af því það var bara gat, þá er það hérna núna. Ég skildi ekki alveg. Nei. En ég veit bara að við komumst ekki sömu leið tilbaka. Við höfum ekki neitt annað að velja en að leita að vísbendingum frá honum Völundi. En einu sinni, já. Hvað? Já, bara svo skrítið. Við finnst aldrei komast í almennilega æfingu við að leita að vísbendingum. Já, eða raunverulega verðmætum eins og Völundur kallaði það. Já, en við lærum samt eitthvað nýtt á hverjum degi. Já, það er satt. Eins og öll orðin sem við erum að læra. Hérna eins og samvinna, fyrirhyggja, þolinmæði. Nægjusemi, bjartsýni, umhyggja. Þetta er allt svo fallið og með því að læra þau höfum við alltaf getað tekið réttar ákvarðanir. Já, en hvað eigum við þá að gera núna, Gunni? Ég veit það ekki. Ætli við verðum bara ekki að líta aftur í kringum okkur? Já. Alveg þangað til við Nei, sjáðu þetta! Já! Barnadrykkur. Hljómar mjög vingjarnlega. Hljómar dálítið eins og vísbending frá honum Völundi. Finnst þér það ekki? Sérðu þetta girnilegu ávextina þarna? Já. Mjög svo ætilegt. Vá, frábært! Ef ekki bara drífið að fá okkur. Bíddu, Gunni! Sjáðu útganginn hérna? Já. Engin leið. Það hljómar nú ekki alveg nógu vel. Æ, blessaði vertu, pælum ekkert í því. Fáum okkur! Ekki, Gunni. Við skulum hugsa málið örlítið. Þetta er einum of augljóst. Finnst þér þetta ekkert grunsamlegt? Ha? Ekki mjög. Bara pínlítið. Ert þú að fara að kíkja í góðu orðabókina? Já. Það er öruggast. Næsta orð er, raunsæi. Og það þýðir að sjá hlutina eins og þeir eru, en ekki eins og við vildum að þeir væru. Hvernig eigum við að fara því að sjá hlutina eins og þeir eru? Ég veit það ekki. Völundur gæti örugglega hjálpað okkur. Ég vildi að hann væri hérna. En við erum með gleraugun hans. Manstu, frá því í gær. Já, fljótaður. Gat ég gleymdi. Þau hjálpa okkur örugglega að sjá hlutina í réttu ljósi. Já, hvað sérðu? Þetta er ótrúlegt. Nei, núna lítur þetta allt öðruvísi út. Hvað? Vá, og ég bara... Nei, þetta er skrítið. Hei, sko, flaskan. Þar sem stóð barnadrykkur. Núna stendur allt annað á henni. Nú hvað? Bara grykkur. Vá, eins gott að við fengum okkur ekki sopa. En hvað með ávextina? Já, þar stóð mjög svo ætilegt. Já. En núna stendur ekkert smá hættulegt. Ég vissi það borgaði sig að vera raunsær. En þeir eru samt mjög girnilegir. Ekki? Nei, Felix, nú koma góðu fréttirnar. Manstu það sem stóð við dyrnar? Engin leið, ha?
Veistu hvað stendur þar í raun og veru? Engin leiðindi? Eina leiði. Jæja, þá fer málið nú að skýrast. Það ber ekki á öðru. Æ, Felix, hann er þarna, komdu! Hvað lætir? Herra Tívolí, hann er að taka okkur! Gunni! Hvað það? Gunni, það...